þessi fundur tekin upp til þess að eiga, þannig að ef ykkur finnst verra að vera í mynd þá skiljum við það bara, en það náttúrulega alltaf skemmtilegra að hafa alla í mynd. Nú, fyrir ykkur sem þekki mig ekki, þá heiti ég Ingunn Jónsdóttir og ég hef tekið við sem framkvæmdastjóri Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, eða SAS eins og flestir kalla það. Og nú eins og það hefði séð, þá dagskrá fundarins mjög spennandi, en ég ætla að færa stjórn fundarins og umræður sem á eftir koma yfir til hennar Ásu Valdísar Árnadóttur, oddvita Grímsness og Grafningshrepps og formann stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. Þannig að gerðu svo vel, Ása. Sæl. Takk kærlega fyrir þetta, Ingunn. Og velkomin til starfa á fyrsta upplýsingafundi. Takk fyrir. Herðu, já, bara takk fyrir þar einhver með. Já, frábært, það farið. Heyrðu, þetta sem sagt bara sameiginlegur fundur SAS og Sorpstöðvarinnar. Við ákváðum svona að reyna að gera þetta stærra því það ekki öll sveitarfélögin í sveitarfélögin Suðurland í Sorpstöð Suðurland. Þannig að ég vildi svona stækka mengið og fá öll bara sveitarfélögin á Suðurlandi í samtalið. En fyrstur á mælendaskrá í rauninni Gunnar Bragason sem að koma svona fyrir Sorpstöð Suðurland sem fjallaði bara stöðuna í dag í úrgangsmálum á Suðurlandi. Og ég ætla bara að gefa honum orðið. Svo í rauninni eru umræður í lokin. Þannig að bara endilega punkti hjá ykkur kannski spurningarnar. Þannig að við getum svona bara haldið áfram með og heyrt allar upplýsingarnar og tekið svo bara spjallið og erum með góðan tíma í spjall í lokin. En gjörðu svo vel, Gunnar. Já, góðan daginn öll. Ég var beðinn að taka saman nokkra punkta fyrir varðandi stöðun á Suðurlandi. Þekki svo sem Suðurlandin nokkuð vel, uppalinn ágæðingur og búin að vera í úrgangsmálum og endurvinnslumálum síðan 1989. En það örugglega eitthvað í þessu sem að þið fenguð kynninguna að senda í morgun, þannig að ég mun reyna að fara nokkuð hratt yfir sögu, nokkuð margar glærur og stuttum tíma. Að deila þessu hérna með ykkur, vona að þetta komi nú fram. Eruð þið ekki að sjá þetta? Jú, þetta sést það. Þá ætlum við bara að hoppa af stað og þetta byrja aðeins á inngangi varðandi það bara hvað búið að gerast og hvaða kröfur hafa aukist á undanförnum árum. Það eru bara má segja að sé síhæsta kröfur aukið hlutfall úrgangs í einhverja nýtingu og það teljum við að sé ekkert farið að breytast, það frekar eftir að herða ennþá meira. Það sem þið hafum séð í ykkar rekstri þá hefur kostnaður við þennan málaflokk hækkað mikið og sérstaklega það sem að sveitarfélögin hafa ekki aðgengi að urðunarstaðum svo á Vesturlandi og Norðurlandi og eitthvað leyti á Austurlandi og Suðausturlandi og það engin urðunarstaður stór til fyrir okkar svæði hérna höfuðborgarsvæðið og Suðurland og það okkar urðunarstaður í Álfsnesi lokaði 23-24 fyrir móttöku á úrgangi með lífrænu innihaldi. Þannig að frá þeim tíma frá byrjun 2024 hefur höfuðborgarúrgangurinn farið í vinnslu erlendis til brennslu og orkuvinnslu og sama stærstu hluta á Suðurlandi. Þannig að það voru gríðarleg breyting á síðustu árum úr urðun í útflutning á úrgangi til orkuvinnslu. Og það þetta svona smá hugleiðing til ykkar að sveitarfélögin og ekki bara á ykkar svæði heldur alls staðar þurfa að gera það upp við sig hvort það sé ástæðulegt til framtíðar að vera háð erlendum aðilum varðandi móttöku og brennslu á íslenskum úrgangi. Og ég segi svona sér þarna punktum það að þetta getur orðið erfiðara, ýmsar breytur sem geta varðað það. Og eins varðandi þetta sjónarmið að hvert landi að sjá eins úrgangur sem mögulegt og síðan síðasti punkturinn að það eru ákveðnir málaflokkar sem við munum væntanlega eiga mjög erfitt með að koma upp vinnslu fyrir hér á landi meðal annars spilliefni. Þannig að við reiknum með að þau verði flutt úr landi til urðunarvinnslu meðan það allavega unnt. Það sem að gerðist 21 og síðan sem raungerist 23 þessi sérsöfnun frá heimilum sem hefur aukið líka kostnað við málaflokkinn. Á móti kemur að það eiga að koma tekjur frá úrvinnslusjóði varðandi pappír og plastsöfnun og eins gler og málma þar sem það gert. Og það því mjög mikilvægt fyrir sveitarfélögin að eiga þekkingu innanhús varðandi það hvað
hvað þarf að borga fyrir og hvað síðan kemur í staðinn og samskipti við eitthvað þjónustuaðila varðandi það er mjög mikilvægur og það sé einhver innrættir sem að setja sig vel inn í þennan málaflokk. Það sem til á innviðum á Suðurlandi eru 3 urðunarstaðir. Það er urðunarstaðan á Strönd, það sem heimilt að urða alltaf 2500 tonna óvirkum úrgangi, einnig jarðgera töluvert og sorpstöðin hefur séð að jarðgera hann lífrænn úrgang safnast á heimilum í Rangárvallasýslu og tekið einnig við einhverjum úrgangi utan úr sýslunni en það er takmarkað sem hægt er að taka á móti. Lítill urðunarstaður á Hulu á Skógarsandi sem að þjónar Vestur-Skaftafellssýslu og Mýrdalshreppi að stærstum hluta og þannig hann tekur ekki við mikið meiru með við heimildina í dag. Og síðan er urðunarstaður á Lóni í Hornafirði fyrir Hornafjörð og nær umhverfið þar og það er heimilt að urða alltaf 3000 tonnum af almennum rekstrarúrgangi sem er nokkuð góð heimild fyrir þetta svæði en það er svo hvorki þessi eða aðrir urðunarstaðir munu fullnægja þörfinni sem Suðurland hefur fyrir urðun efna sem að við hefur erfitt að afsetja eða koma í annað ferli. Dýrahræin hafa verið fyrirferðar mest undanfarið en við vonandi kemur nú önnur lausn fyrir þau og svo má búast við að eins og fiskúrgangur verði vandamál eða verði challenge á næstunni. Það til að kemur upp vinnsla fyrir þennan úrgang. Svo eru til það jarðvegstyppir og eins hefur Vestmannaeyjabær heimild til þess að urða óvirkan úrgang á ákveðnu svæði. Orkan í flóanum stundum þó að vera mikið kynningu hér á eftir, Pure North í Hveragerði varðandi plast, Seyran og Flúðum varðandi seyruna og síðan eru móttöku og flokkunarstöðvar reknar í nokkur sveitarfélögum og aðalega þá að þjónustuaðila viðkomandi sveitarfélags en einnig sömu stöðum er byggðarsamlagið sem sér það og þá á ég við að það sé verið að gera eitthvað við úrganginn, verið að taka bagga eða eitthvað slíkt. Síðan þar sem þetta er skoðunar sem ég veit og hef svona aðeins flerað er að það er búið að taka viljayfirlýsingu yfir fyrirtækið Lífgas varðandi nýta mikið frá kúabúum afskurð í garðyrkjustöðum í Lífgas og áburðarver. Áhugavert dæmi, sorpbrennsla á Strönd sem hefur verið til skoðunar og síðan sé ég það að hafi fleiri sveitarfélög verið að skoða möguleika á litlum brennslum. Þeir innviðir sem að taka við úrgangi sem er fyrir utan Suðurland, það eru móttöku- og böggunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu, eigu þessar stóru þjónustuaðila og eins Sorpu og þar er efni flokkað eins og hægt er til endurvinnslu en annað er brennilegur úrgangur sendur úr landi. Kalkan á Suðurnesjum í Helguvík er brennsla með snúningsofni sem tekur við 12.500 tonnum á ári, er mikilvægur innviður og þeir hafa sýnt áhuga á því að taka meira af dýrahræjum til brennslu sem er áhugavert og getur verið þá lausnin núna til skamms tíma. Síðan er á Hvítpollt og Mýrum, þar er rekinn stærsti urðunarstaður landsins í dag. Það hefur heimild til að taka 25.000 tonnum og er að taka við í notkun nýja urðunarraun í vor og sumar. Þannig að möguleika þeirra að taka við úrgangi eru miklir. Þeir hafa eins og að vilja fókusera dálítið á sinn eigin úrgang á Vesturlandi og sem er alveg skiljanlegt. En hins vegar getur þessi urðunarstaður orðið mikilvægur innviður ef að það verður meira samstarf milli aðila á næstu árum. Síðan ýmis sérhæfð fyrirtæki sem ekki að fara að tína upp. Sorpstöðin sendi út sveitarfélaginu nokkrar spurningar svona rétt eftir páska og ég tók saman svona nokkra punkta úr þeim svörum og það er áberandi að það er takmarkað mannafli, skortur á þekkingu. Það er áskorun að fá íbúa til að bæta frekar flokkun. Það tala betri kerfisvæðingu, vandi skil á gögnum, bæði vandi úrvinnslusjóð og umhverfisstofnun, það sé ekki nógu skilvirkt í dag. Dýrahræin sem verður farið betur yfir hér og eftir, lífrænn úrgangur, ekki síst frá rekstraraðilum. Textilúrgangurinn sem er allstaðar vandamál á landinu og reyndar á heimsvísu. Það er erfitt að finna aðila út í heimi sem er tilbúin að taka við textil. Það er hægt að koma með ennþá til móttökuaðila hér á landi, það kostar mikið og Rauði krossinn hefur hætt móttöku á textil.
Mengaður jarðvegur þarf að fara til móttökuaðila með starfsleyfi, það er eitthvað sem að Suðurlendingar þurfa að hugleiða og síðan er engin farvegur í dag fyrir spillan mengaðan jarðveg og það er verið að vinna að skoða það mál. Það sem lausnir getur nýst fyrir Suðurland, það er meðal annars er tæknibrúin til vinna metangasi eins og með búið að skoða upp í Biskupstungum. Það er mikil reynsla og þekking til að varðandi það vinna gas og áburð úr lífrænum úrgangi og það lefna það mikið svín og hanskaskít, sláturúrgang, fiskurgang og fleira og síðan garðaúrgang. Og það verður til áburðaríkur vökvi eftir metagasið og það er mögulegt að meðhöndla þennan vökva, minnka vatnsinnihaldið ef það er erfitt að koma því í notkun öðruvísi. Og það er klárlega eftirspurn eftir orkugjafa eins og metani á landinu í dag. Það er ekkert langt síðan það var ekki mikil eftirspurn en það hefur gjörbreyst á síðustu árum áhuginn á því að nota aðra orkugjafa heldur en raforku eða olíu. Tek nokkra punkta varðandi lífrænan úrgang, það er bara það sem Urðunarstaðaströnd getur gert. Þeir hafa einnig verið að prófa Bokassi aðgerð við jarðgerð, Skeið og Gnúparhreppur hefur verið notað jarðgerðarvél, Oklínvél og það sem kannski stóru máli hér er að lausnir sveitarinnar falli undir það kröfur sem gerðar eru í lögum sérsöfnun en það lögin gera minni kröfur sérsöfnun utan þéttbýlis ef það er sátt það innan sveitafélags. Aðeins síðan að dýrarheiðunum, það ríkið hefur fengið á sitt dóm vegna þess að engin skipuleg söfnun á dýraleyfum sem falla til hér á landi og þetta er áhyggjefni stjórnvalda og það er verið að vinna í þessu koma upp kerfi. Og það eru nokkur sveitarfélög sem eru með skipulegum hætti sem senda bíl skipulegum hætti að safna frá bæjum og það er gert meðal annars í Dölunum, Borgarfirði og Skagafirði og ég hef ekki alveg nægilega upplýsingar um það hvað Ströndur taka við í dag en það er samt engin meðhöndlun á þessum úrgangi fyrir urðun sama hvar á landinu og þar með þessi urðun ekki lögleg samkvæmt lögum, núgildandi lögum. En brennstöðin Kalka hefur lýst yfir vilja til að brenna alltaf 3.000 tonnum af dýraleifum sem ætti að duga fyrir söfnun á öllu landinu og miðað við að hræin komi ekki út inn og þetta er mjög áhugaverð lausn í allavega til næstu ára. Og það er alveg fordæmi fyrir söfnun á dýraleifum á Norðurlöndum, það er öll Norðurlöndin með eitthvað kerfi og kerfi sem er til dæmis í Noregi er að það er miðað við að það sé tekið frá notanda kerfisins dýraleifur innan 5 daga og það er dýraleifum skilað verksmiðju til framleiðslu á lýs og mjöl, 2 verksmiðjur, 1 stór í suðurhlutanum og 1 minni í norðurhlutanum Noregs. Og það er auðvitað óskast að þetta væri hægt að gera þetta hér á landi en það tekur tíma að setja upp svona verksmiðju og þess vegna er áhugavert að nýta tilboð Kölku að brenna þessum dýraleifum. Það eru nokkra glærur hérna hvað eru þessar aukaafurðir, hvað er áhættuflokkur 1, Kat 1, Kat 2 og Kat 3. Kat 1 er það sem er hættu mest og þar raunni að brenna. Og síðan er áhættuflokkur 2, ég ætla ekki að lesa þetta, það getur kynnt ykkur og það er líka hægt að kíkja í reglugerðina aukaafurðir dýra sem hjá MAST sem tekur svona ítarlegra á þessu. Áhættuflokkur 3 er síðan svo áhættuflokkur sem er hættu minnstur en það er en svo eini aðili sem er að vinna þetta í dag er orkugerðin og í flóanum sem er líka að taka eitthvað á áhættuflokki 2. En þetta efni úr Kat 3 má nota í fæðukeðjunni og er svona verðmætast af þessum 3 áhættuflokkum. Það þarf að hafa í huga ef efni blandast úr mismunandi flokkum þá er skylt að meðhöndla efnið eftir þeim áhættuflokki sem er mesta áhættustigið. Það hamlar kannski aðeins blöndun á þessum flokkum og nýtingum. Þeir farvegir sem eru fyrir aukaafurðir dýra í dag eru frá áhættuflokkur 1 og 2. Það hefur lítið verið amast urðun á þessum aukaafurðum og viðurkenndum urðunarstað og það hefur verið gert allt land en sú afstaða er að herðast hjá eftirstæðlum, við heyrum það alveg þegar það er komið þessi möguleiki að brenna dýraleifum hjá Kölku. Og ef þessum dýraleifum er safnað í gáma eins og hefur víða verið gert allt land og efni safnað í einhvern tíma þá kemur lyktarmengun og þar með er mjög erfitt að koma þessum úrgangi
í vinnslu, hvorki á Kölku eða annar staðar og aðili sem væri komið með aðstöð til að vinna þennan úrgang í mjöl og lýsi myndi heldur ekki vilja fá svona úrgang, illa lyktandi úrgang. Þannig að söfnunarkerfi, gott söfnunarkerfi sem að tekur þessi dýr hratt og vel er mjög mikilvægt. Og það er nokkuð ljóst að urðun á víðavangi er útbreidd eins og staðan í dag og því þarf að breyta. Og síðan síðast þarna að dýrleifirnar falla undir 3 og 2 eru unnar í orkirinu og Steinþór kemur öll inn á það eftir. Ég lánaði hérna mynd frá Stefáni Gíslasyni, Environize, sem sýnir þetta ágætlega og það sem lyft og hvað er rutt og sem er ekki lyft. Þannig að það getur kynnt ykkur þessa glæru. Og síðan að lokum þá þar sem þessu fundur snýst aldrei er varandi sorpbrennslu að það verður erindi hérna frá Valgeir og eftir varandi stóra eða stærri brennslur. Og það hafa verið aðilar sem hafa verið að kynna litla brennslu til orkuframleiðslu sem sveitarfélögin hafa fengið þær kynningar og eru mörg að íhuga einhverja svoleiðislausn. Og mín skilaboðin í hópin það bara að það sé mikilvægt að sveitarfélögin taki ákvörðun innviðakaupin eða leigu eftir góða skoðun á valkostunum sveitarfélögin stendur framfyrir bæði núna og ekki síst í nánustu framtíð. Hvað er líklegt að komi? Þannig að þið festið ykkur ekki í kostnaði ef það hagkvæmari aðferð líklega til að verða aðgengileg innan ekki svo langs tíma. Og miðað við það sem ég hef séð sá við þessum svörum við þessa litlu könnun sem var gerð þá held ég að sveitarfélög á Suðurlandi sé ekki að tala mikið saman þessi mál og ég hvet ykkur til að nýta eitthvað samtök til samtals og skoðanaskipta. Þar með hef ég lokið máli mínu í bili. Tek svo spurningar bara á eftir ef eitthvað er. Takk. Frábært, takk kærlega fyrir þessa yfirferð, Gunnar. Eins og kannski hans nefndi áðan, þá fóru glærurnar á öll aldursveitarfélögin, þannig að þið eigið þá til ef það er eitthvað og getið haft samband ef það er eitthvað spurningar eftir fundin. En næstur á mælendaskrá er Steinþór Skúlason hjá Orkugerðinni, sem ætlar aðeins að fara yfir stöðuna hjá þeim og framtíða möguleikana þar, svona aðeins þess að heyra hvað er í gangi. Þannig að bara yfir til þín, Steinþór. Já, sæl öll. Sjáu þið þessa glæru sem ég var að setja upp? Já. Eins og við komum fram, þá er Orkugerðin að taka við efni í kategóri 2 og 3 og eini aðilinn sem að gera það með lögmætum hætti í landinu. Og þetta svíður okkur sárt að samkeppnisaðilar fyrir norðan brjóta lög og spara sér marga 20 milljóna ári hverju sem við höfum lagt bæði hlutafé og móttökugjöld. En þetta verður nú væntanlega breytast og ég ætla bara að hlaupa hérna yfir það sem við verðum að gera stöðuna og það sem við sjáum framöndan. Við fórum í raun og veru tvöföldun á afkastagetu og leiðum það var gert, þá var hugsaður verulegur sveigjanleiki til áframhaldandi stækkunar. Þannig að til að mynda þá var keyptur þarna inn yfir 5 megavatta gufuketill sem annar mun meira heldur en núverandi verksmiðju. Þannig að það er hægt að bæta síðar við annarri línu og þess að þurfa að bæta við öðrum katli og svo framvegis. Og annað sem við gerðum líka var það í stað þess að fara í hefðbundna loftkelda Eimsvala að þá fórum við í vatnskeldan því við vildum ekki vera að henda orku út í loftið. Þannig að við eigum þarna möguleika að skaffa 34 sekúndulítra af 85 stiga heitu vatni. Þó við höfum enga þörf fyrir það kannski akkurat í dag. Síðan þetta þarna með lyktareyðinguna sem við höfum verið aðal áskorinn og komið okkur svona svolítið í bakið á okkur. Við töldum að með því sem var hugsað þarna efnameðhöndlun og óson þá værum við með fullkomna lausn sem við ekki reynst vera og það er svona eitt af því stærsta sem við þurfum að leysa núna á þessu ári. Í öllum svona rekstri að þá þarf að hugsa langt fram í tímann og Orkugerðin hefur tryggt sér stórt landsvæði í kringum núverandi verksmiðju. Bæði áttum við fyrir lóðina þarna neðst hægra megin. Við keyptum þessa fyrir ofan okkur hægra megin og síðan keyptum við þarna 10 hektara sem raun og veru svona fyrir suðvestan okkur. Þannig að við eigum mikla möguleika á því að þróa starfsemina áfram eins og hentar í raun og veru held ég til framtíðar.
Það væri hægt að setja þetta kategóri 1 línu sem við erum að vísu ekki mjög spennt fyrir því að það náttúrulega áskorun í lykt og fleiru. Þarna væri hægt að setja upp aðra vinnslu sem að auðvitað bara á eftir að þróa meira, til dæmis að taka kategóri 3 efni í sér línu og búa til verðmætt mjöl í staðinn fyrir eins og þetta í dag. Þetta þarf að vera áburður og eldsneyti. Þannig að núna erum við að sameina þessar lóðir, þannig að þarna eru verulegi tækifæri til framtíðar þróunar. Nú, strönd var nefnt hérna áðan og það eru þetta bara þannig með svona verksmiðju að það eru bara reikna með því að 2 ára árið eða svo þá verði viðhaldsstopp. Þetta bara mikill og flókinn vélbúnaður og það bara algjörlega þarf að horfast í hug við það að alltaf 2 vikur á ári geti verksmiðjan verið stopp. Og þá verður náttúrulega vera til staðar þrautarvara leið. Því að hvað annars að gera, stoppa öll fyrirtækin. Og við erum auðvitað að óska eftir samstarfi og verið í samstarfi við strönd þessa þrautarvara leið. Og það er mjög mikilvægt að hún sé áfram til staðar til þess að mæta þessari svona heildardæmi og það er náttúrulega þannig í dag að orkugerðin að leysa þennan sláturúrgang fyrir allt landið nema Norðurland. Við erum að taka allt frá Vesturlandi og höfuðborgarsvæðinu og erum þarna að keyra núna í alltaf 80 tonn á dag og erum með starfsleyfi upp á 14.000 tonn og eru núverandi vélbúnaður, hann að skila í við meiri afkostum heldur við reiknuðum með. Þannig að við getum með núverandi búnaði líklega farið í 15.000 tonn pluss og tiltölulega auðvelt að bæta kannski við 3.000 tonnum í viðbót. Nú það sem að eru hérna verkefni má segja þessa árs og eru inn í okkar fjárfestingaráætlun, þá það þessi umhverfis- og lyktarmál sem að eru mjög stór. Við þetta viljum bara vera góðir grannar og það séu engin neikvæð umhverfisáhrif frá þessari starfsemi. Það í dag náttúrulega fyrst og fremst þetta lyktarmál sem að þarf að leysa og við sjáum að við þurfum að gera það með svokallað bíófilter sem í raun og veru viðbótar hreinsun á öllu lofti frá verksmiðjunni og ég vona því að við klárum það á þessu ári. Þá verði í raun lyktarmálið leyst og svo þetta þarf bara að laga svona umhverfismál, við ætlum að stækka jarðvegsmanir þannig að verksmiðjan helst sjáist ekki frá þjóðvegi og þetta reynsa allt sem þarna ennþá eftir framkvæmdirnar. Nú við erum byrjað að selja kjötmjöl til Jara sem að auðvitað stærsti áburðarframleiðandi í heimi og SS í samvinnu við og þeir nota þetta í lífrænan áburð hjá sér. Þannig að við erum að senda svona alltaf 80 tonn á mánuði til þeirra og regnum að gera það áfram. Það í undirbúningi það verkefni að geta blandað kalki saman við kjötmjölið og þá erum við lausir þessar takmarkanir sem í dag. Þá geta bændur bara keypt þetta á vori og borið þetta á. Að þá ekki þessar miklu takmarkanir sem í dag eru út af hættu og að dýr geti borðað kjötmjölið og það verði einhver svona neikvæð hringrás á hættulegum efnum. Nú við erum að taka við steikingarolíu og höfum verið að hreinsa hana til að geta brennt henni og átt á meira af okkar eigin fitu sem að við flytjum á landi og fyrir biodísel. Kat 1 mál ekki óskastaða en ef að þess þarf til að stoppa eitthvað líf orkuveri í Eyjafirði sem algjört rugl að þá myndum við skoða það mjög alvarlega. Framtíðarverkefnin sjáum við, það að við getum þarna boðið möguleika á heitu vatni. Við getum í raun leyst kategóri 2 og 3 fyrir landið allt og þetta eru svona 3-4 tonn sem falla til fyrir norðan og verið að urða á Blönduósi. Að byggja verksmiðju og orkugerðina kostar frá grunni örugglega 3 milljarða og það er náttúrulega ekkert viti að gera það fyrir 3-4 tonn fyrir norðan. Þannig að þegar þeir hætta að geta urðað fyrir slík á Blönduósi að þá ætti að borga sig fyrir þá að
leita til orkugerðarinnar lausn á þessu. Og þá getum við leyst það með fjárfestingu cirka 300 milljónir að auka afkostur og geta tekið öllu sem magn. Sér náttúrulega mjög stórt mál sem öll þessi laxaseyra sem að fer að falla til þarna við Þorlákshöfn og hvað gera við hana. Það eru svona nokkur verkefni eða hugmyndir í gangi. En eitt sem við sjáum möguleika að blanda laxaseyru og kjötmjöli og köggla þetta og búa þannig til mjög góðan áburð. Og síðan þessi möguleiki sem líka að skoða þá, það hliðarlína sem væri fyrir kjúkling og efni sem ekki með kategóri 2 efni. Það auðvitað þannig að það sem gerir efnið hjá okkur að kategóri 2, það fyrst og næst meltingafæra innihald. Þannig að þegar að stórgripahúsi okkur á Selfossi og þá Hellu líka geta fjarlægt gór, að það í raun þetta kategóri 3 verksmiðja. Og þá getum við selt mjöli sem fóðumjöl á miklu hærra verði heldur en það fer út í dag sem áburður. Þannig að þetta það sem ég ætla að segja ykkur á 10 myndum og bara ræðum við þetta betur á eftir. Frábært. Takk hérlega fyrir þetta, Steinþór. Það væri til að deila glærunum síðan með okkur sem við getum senda út á fundamenn seinna meir. Kannski kanna það bara. Ég skal senda þetta. Frábært, takk fyrir það. Þá það næstur Jón Valgeirsson fyrir hönd Sorpstöðvar Rangárvallasýslu. Bara gjörðu svo vel. Við keyrum þetta bara áfram og náum það bara meiri tíma í spjall. Já, komið þið sæl. Þið sjáðu hérna ekki eitthvað glærur hjá mér, ekki? Sko, ég kem aðeins inn í þetta mál í raun og líka, maður sé stættir hérna fyrir austan núna, sem formaður stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands 2014 og þegar allt var nú orðið fast í samskiptum við Sorpu og svo hefur þetta verið að þróast og það sem við gerðum hérna, sjá, skiptir það sér ekki. Já, nú vantarlega komið í lag. Þarna við settum svona verkefni í gang fyrir sameiginlega að þeim leyti Sorpstöðvar Suðurlands og Sorpstöðvar Rangárvallasýslu sem við skammstöfunum sem SOR og sem var þetta 2018-2019 þar sem Sorpstöðvar Rangárvallasýslu tók svona ákveðin frumkvæði að skoða brennstofn fyrir dýraleifar, menn voru svona þá að þetta þessu ofnin sem voru þessi einfaldari mynd sem voru eins og ofnin sem SS að nota á Selfossi og svoleiðis. Það kom fljótlega í ljós líka að það var áhugi og áhugi hjá Veitum til þess að nýta varmaorku af brennstöðum öllum tagi og enn og sem verkaði spennandi fyrir svæði sem vantar eiginlega meiri varmi inn á kerfin sem Veitur reka hérna í áttina á Hvolsvelli sérstaklega. Og það var tekið svo ákvörðun hérna hjá SOR að fara í mat á umhverfisáhrifum sem var klárað 2021 og Stefán Jeremans vann það fyrir okkur upp á allt á 4.000 tonn. Síðan var nú eiginlega framhald af málinu, þá vorum við að skoða kostnaðarlegar og tæknilegar útfærslur og þá eiginlega komst menn að því að það náttúrulega ákveðin vandamál við móttöku og hvernig menn ætla að geyma, hvernig ætla að stýra, hvernig menn ætla að taka alls konar hráefni í dýraleifarnar í alls konar standi, eins og Steinþór var að tala áðan. Þannig að það sem hérna var einfalt verkefni í byrjun reyndist náttúrulega þetta flóknara og tæknilegra og dýrara heldur menn kannski áætluðu í byrjun. Og síðan voru menn að ræða aðrar lausnir svona á landsvísu, orkugerðin vissulega líka sem var þetta verkefni sem ætti heimfreka inn á þar. Þannig að niðurstaðan var að þetta var sett svolítið á svona fyrir byggða ís en aftur á móti það var búið að vinna ákveðna grunnvinnu þarna sem að nýtist á staðnum og kannski núverandi pælingum líka. En eins og kom fram eiginlega áðan hjá Gunnari og Steinþóri að þá Strönd svolítið lykilstaður fyrir okkur í Rangárvallasýslu og þetta aðra. Þannig að það á sveitarfélagið Rangárvallasýslu ytra svolítið stórt og mikið land þar sem er verið að nota og við notum sem móttökustöð fyrir flokkun úrgangs og hefum leyfi til urðunar eins og fram kom áðan og svona ýmsa starfsemi og svona
lykill staður fyrir okkur í Rangárvallasýslunni meðhöndlun úrgangs og við höfum bara verið að ná þetta í býsna góðum árangri þar og ætlum að halda áfram að vinna með hann. Bæði ótengt og tengt þessum brennslumálum nýtt deiliskipulag fyrir strönd og það var náttúrulega hugsað að fara í þann feril í kjölfar umhverfismatsins 21 þegar menn voru að skoða þá að því að það þurfti hvað sem þá að breyta deiliskipulagi ef menn ætlaði að fara í þá brennslulaust fyrir dýraleifarnar. Þannig að núna komin þá fullmótuð hugmynd fyrir nýtt deiliskipulag eða endurskoðað deiliskipulag fyrir strönd þar sem gert ráð fyrir alls konar stækkunarmöguleikum og meðhöndlun á alls konar efnum. Við erum að vinna líka lífrænt þarna á staðnum sem við erum að taka á móti. Þannig að og eitt af þeim atriðum sem inni þá núverandi deiliskipulagi sem við áætlum að ljúka árið 2025 einmitt aðstaða fyrir brennslu. Þannig að við erum þá búin að móta inn í þá skipulagsvinnun okkar það að geta tekið móti brennslulausninni hvernig sem það mál þróast. Þannig að við ætlum bara að halda áfram að þróa strönd af því að við þurfum að byggja þær upp og það tengist bæði brennslumálum og öðrum málum líka. Annað mál sem hefur líka tengist urðunarstaðum á strönd annað verkefni sem eru grænir iðngarðar á strönd af því að þetta svæði sem bara við hliðina á móttökustöðinni hjá okkur og urðunarstaðnum að við kláruðum deiliskipulag 2023 fyrir græna iðngarða og erum að vinna með það verkefni áðan og þetta nú álmynda tækifæri við álmynda tækifæri að blanda þessu deiliskipulagi og þessu hugmyndu græna iðngarða inn í raun og veru þessa hugmyndu brennslulaust, þetta sé bara hluti urðunarstað móttökustöðum á strönd og möguleg brennsla sé bara hluti af grænum iðngörðum og erum þar sérstaklega að skoða kannski þessa varmaorku og það verður kannski segja að þetta verkefni líka úti af því að orkusveitarfélögin eru bara frekar pist yfir því að orka rennur bara burt en burt og við viljum hafa núna þegar rafmagnslína og annar línur eru farnar að flæða svæði að við séum tilbúin með svæði sem geta tekið á móti hendur í starfsemi sem kallar á töluverða orku. Þannig að við viljum vera þá tilbúin í það þó þetta sé langtíma verkefni. Síðan í sambandi með þessar brennslulausnir að þá höfum við svona í framhaldi af þessum pælingum varðandi dýraleifar þá höfum við verið að skoða aðra möguleika og Sorborga sem nú búin að vera kannski lengi á Íslandi að reyna að finna hentugastöð fyrir verið áamennu brennslu að við fórum áfram ásamt fleirum bæði þá aðeins frá Sorpu og Terru og svo þeim sjálfum skoðum myndi finnast í janúar 2024 þar sem við vorum að skoða finnska stöð sem búið að setja upp við svona verksmiðju sem alveg færumataframleiðslu. Þannig að þetta er svona þróunarverkefni eða hliðarafurð með því hjá þeim þess að þeir eru að taka á móti úrgangi þarna í nágrenninu og breyta þá í raun og veru orku fyrst til að hita upp á bæði verksmiðjuhúsnæðin og líka aðeins í bænum að þeim hliðina. Finnarnir eru bara flottir, þetta var tilraunaverkefni, þeir eru búin að reka þetta í 4 ár og eru bara að þróa og mjög áhugavert dæmi en auðvitað eru áskorunir þessu eins og öðru. En þetta er svona það sem kannski það verkefni sem við erum að skoða. Sorpstöð Rangárvallasýslu hefur gert viljayfirlýsingu við Sorporku sem við höfum framnefnt þetta verkefni sem svona bara verið að vinna með hvort að þetta geti verið eitthvað sem þarna passar. Svona til að raun og veru að eyða ekki tíma í óþörfuð af því að við erum líka í deiliskipulagsmálum þá erum við líka komin af nýju umhverfismat og eins og kom fram áðan þá unnum við umhverfismat raun og veru fyrir dýraleifabrennsluna og núna Stefán búinn að dusta rykið af þá nýju af því að við þurfum að vinna nýtt umhverfismat fyrir brennslu sem eru með þessum hætti. Þannig að það bara komið á stað og við vorum að senda það raun og veru bara til skipulagsstofnunar en umhverfismatið gerir ráð fyrir því að þetta sé þá svona sorporkuver sem þá að nýta þá framleidd varmaorku með brennslu úrgangs og þetta sé þá að umhverfismatið sem gerir ráð fyrir 2500-3000 tonnum eining sem væri af þessu finnska ofni ef hann væri nú kemur til okkar hann kannski 2500 tonn max þannig að þetta svona kannski bara verið allavega að vera vel vöxt í samtlið það. Það að taka alls konar úrgang inn í svona brennslu, þarf við svo að vinna hann ákveðnum hætti náttúrulega, rista brennsla
og það alveg möguleiki líka að taka þess vegna einhvern smá hluta af réttum dýraleifum með öðrum inn í svona vinnslu en þú gerir það ekki í stóru magni en það alveg hægt að blanda þessu saman eins og þeir eru að gera í körku. Síðan raunverulega það líka sem við vorum sem verið að tala um í sambandi við orkuframleiðsluna að það alltaf hitaorka sem kemur út frá þessu þannig að Veitur hafa ennþá áform það að tækifæri að nýta varma sem kemur frá þessari vinnslu. Bæði þannig til að keyra upp kerfi sem eru þá leiðin til Hvolsvallar til að auka hitann og slíkt eða þá að þetta myndi nýtast á svæðinu eða þá getur verið hluti af grænum iðngörðum í okkur. Þannig að það eru svona hliðarafurðir þessu líka eins og víða. En við gerum allavega ráð fyrir því að umhverfismatið klárist, þetta var ákveðið ferill sem þá í gangi, að hann klárist árið 2025 og þá verðum við tilbúin bæði með fullmótað deiliskipulag fyrir svæðið sem tekur á þessum málum og öðrum. Þannig að við séum bara klári í alls konar uppbyggingu og svo sjáum við aðeins hvernig til tekst. Þannig að menn sé allavega ekki tilbúinir því að eins og þeir sem hafa verið lengi í þessu þá skiptir það lykilmáli að menn séu klár með svona þessi tæknilegu mál hvort sem að menn síðan fari í þau ekki. Þannig að það stoppi aldrei á því að þú getur góða með hugmynd og svo getur ekki framkvæmt að þetta tekur ár og aldir að koma því gegnum kerfið hjá okkur. En það sem að við sjáum fyrir okkur allavega gagnvart þessari brennslulausn sem að virði á strönd, hvernig sem það yrði fyrirkomið að þá það þannig að sú lausn yrði þá einkaaðila. Það ekki sjálfsögðu sem tæki ábyrgð á því að vera með stöðuna eða eiga stöðuna. En hins vegar þá yrði þá að gera samningar við okkur rekstur og umsjón og alls konar utanumhald það. Það yrði að búa til eitthvað svona fallegt umhverfi kringum það. Það eru klárlega áskoranir í því og hvernig slíkir samningar myndu líta út og svona kannski lítilega búið að skoða það. Af því að það með þessi verkefni eins og önnur og það alls konar svona tæknileg og rekstrarleg mál og fjárhagsleg sem þurfa að ganga upp eins og gatefíin og eins og reksturinn og allt sem tengist því að reka svona starfsemi. En við erum allavega vissum það að ef að strönd sé afskaplega heppilegur staður til þess að prófa svona starfsemi ef að menn telja á annað borð að það gangi upp. Og núna í mótun á vegum okkar þá svona auglýsing þá það að áhuga sem aðili sem kemur vil þá vera að vinna með okkur þessar brennslulausn. Því að við þurfum líka að hugsa svona alls konar tæknileg mál og lagaleg mál í kringum svona starfsemi sem að skiptir máli að haka í rétt box. Þannig að við erum svona bara í rólegheitunum svona að dreifa okkur áfram með þetta verkefni og sjáum að svona hvernig það gengur en það svona allavega ætti að vera svona einhverja fréttir á þessu ári sýnist okkur eða loka árs svona hvernig þetta þróast allt saman. Af því að við sjáum svona kannski í framtíðinni þá erum við svona ef við þurfum einhverja tímaramma og ef að þetta dæmi gengur svona tæknilega, fjárhagslega og svona af ýmsum áframum upp þá sagði fyrir að það væri möguleiki að svona stöð geti risið hérna á árum 2026-27 og væri þá hluti græns iðngar hjá okkur og myndi framleiða varma til Veitna og þetta væri þá svolítið svona lítið og sætt verkefni. Og síðan á móti væri þá hátæknibrennsluverkefni sem að maður nú líka haft aðkomu að svona í gegnum árin og þetta verður aðeins smá umfjöllun það hérna á eftir. En ég allan fyrir mig persónulega þá ég mikið talsmaður þess að þessi hátæknibrennsla líka komið til Íslands og hérna verði svona þannig að Ísland verði svolítið sjálfbært þannig að ég held að það skipti Ísland verulegu máli en það líka ljóst að tímafaktorinn þangað til hátæknibrennsla kemur býsna langur þannig að það spurningin það ef að þetta litla dæmi okkar gengur upp hvort að það geti verið þá einhver leið sem að geti þá gagnast á okkur og öðrum sem að eru hérna þá að losna svona einhverjum afsetningarvanda. En þetta nú það sem að kemur alltaf frá mér í bili. Glæsilegt, takk fyrir þetta Jón. Þetta bara frábært að sjá hvað að gerast hjá okkur á Suðurlandi líka. Það alveg ýmislegt í gangi og en svona til þess að fara kannski það ætlum við aðeins að fara ofar og fara í þessa
brennslu sem hann minnist á hann Jón og fá hann Valgeir Pál Björnsson, tæknistjóra Sorpu, til þess að fara yfir stöðuna og stofnun undirbúningsfélags vegna brennslu og áfram þeirra og bara samtal þetta. Þannig að bara yfir til þín, Valgeir. Glæsilegt, takk. Svo ég ætla að deila síðan Fyrirgefið áður en Valgeir byrjar. Jón Viggo heiti ég í vandræðum með myndavélina og ég framkvæmdastjóri Sorpu, þannig ég líklegast ekki í mynd, en heyrið í mér? Já, það heyrist þér. Ég ætla aðeins að upplýsa ykkur stöðu stofnun á undirbúningsfélagi, en það liggur fyrir vilji hjá Kölku, Sorpu og umhverfisráðuneytinu að stofna undirbúningsfélag sem myndi halda áfram með þessa vinnu að skoða hátæknibrennslu á Íslandi. Við erum búin að gera 2 skýrslur sem gefa til kynna að það sé mikill fýsileiki á því að byggja stóra brennslu hér á landi til að taka þá sem þá í samkeppni við þessa útflutningsleið. Fyrsta skýrslan var ekki afgerandi, en seinna skýrslan klárlega afgerandi kostur og það fyrst og fremst hagkvæmni sjónarmið sem drífa Sorpu áfram. Við erum alltaf að horfa leiðir sem leysa málið en eru hagkvæmar. Það vilji hjá umhverfisráðuneytinu, Sorpu og Kölkum að stofna þetta hátækni brennslu undirbúningsfélag, en vegna í meðförum ráðuneytisins þá hafa embættismenn þar breytt aðeins kúrs, þannig að líklegast verður félagið í eigu Sorpu og Kölku, en með aðkomu ráðuneytis í gegnum sambands íslenskra sveitarfélag, og þarna eru menn að horfa á að þetta lausn sem myndi duga fyrir allt landið. En ég býst við að við munum vera með nánari fréttir af þessu næstu 2 vikum. En þetta það sem ég vildi segja stöðu máls og fyrirgefið Valgeir Páll að ég skuli grípa fram fyrir þess. Framist mál. Þetta var þarft til að koma þessu áfram. Þið heyrið í mér og sjáu þessa glæru, eflaust, ekki? Og þetta flettist allt hérna vel. Ég ætla að fara svolítið bara high level yfir brennslu, hvað framundan og í sjálfu sér líka bara hvað brennsla. Ég sé að það eru margir á fundinum hérna og kannski takmörkuð þekking líka og bara hvað nákvæmlega alltaf verið að tala þegar verið að tala uppbyggingu á hátækni brennslu eða brennslu til orkunýtingar. Þannig ég ætla að fara svolítið bara þétt yfir þetta og svo spyr ég bara í lokin eins og kom fram hérna, eigum bara umræður þetta og bara allar spurningar vel þegnar. En brennsla, waste to energy. Í raun og veru waste to energy uppfyllist þegar við nýtum varmann eða orkuna sem verður til og þannig náum við endurnýtingu. Tilgangurinn að bara framleiða orku og rúmmálsminnka úrganginn. Þetta eyðir honum ekki alveg. Við eigum alltaf til þess að botna flugasku sem verður til þegar þú brennir úrgang og það þarf að gera eitthvað við hana. Flugaskan í dag til langveginn betur en á eftir og botnaskan hefur urðið en vonandi í framtíðin að nýta eitthvað í stígagerð eða malbygg. Í dag þá þarf að ná allar nýja brennslur þurfa að ná lágmarksnýtni 0,65 til að samkvæmt R1 í EU til að skilgreinast sem waste to energy. Þannig að þetta þarf alltaf að reikna og skilin og votta. En með heita vatns eða hita og rafmagnsframleiðslu þá nær þessu auðveldlega. Margar eru komnar ofar en 1 í nýtni. Staðan í dag, Ísland í heild sinni framleiðir rúmlega í dag 140.000 tonn af brennilegum úrgang. Við eigum eftir að aukast fólksfjölgun og eru bara auknir innviðir munu stækka þessu tölu, en á sama tíma þá eru við líka að draga saman í blöndum úrgang út af aukinni endurvinnslu. Valgeir, já. Fyrirgefðu ég trufla, það rosalega svona brak og brestir aðeins í þér þú ert að tala. Ég að spá í hvað getur verið. Það er komið svona inn og út, það er ekki allan tíman. Ég prófa kannski bara að fara inn og út úr. Ég bara þannig að En núna, halló, ennþá eitthvað brak og brestir? Það aðeins, já. Ég ætla að prófa að fara út af fundinum og kemur aftur inn, sjáum hvort það batnar eitthvað. Já,
Já. Vonum að þetta gangi bara upp. Þetta ekki að því að hann með hátalarann og nála hljóðnumannum? Já, gæti verið, sko. Annars bara meðan við bíðum, það rosa gaman að sjá hvað góð mæting. Ég var búin að telja fulltrúa frá 13 sveitarfélögum. Bara vel gert þið. Það eru, 11 sveitarfélög í sorpstöðinni en 15 náttúrulega á Suðurlandi, þannig að það er mjög gaman að sjá þetta. Bara greinilega mikill áhuga á þessu málefni. Og kannski bara segja líka, það er bara að minna á að það er verið að taka upp fundinn. Hann verður gerður aðgengilegur á heimasíðu SAS og Yngvi mun senda út og upplýsa aðalsveitarfélögin þegar að hann verður komin inn á heimasíðuna, sérst upptakan. Og endilega bara deilið þessu með starfsfólki innan sveitarfélaga hjá ykkur og annað og vissulega er þetta náttúrulega bara svona fyrsta skrefið í samtalinu. Við erum ekkert eitthvað búin eftir daginn dag, sko. Það er alveg ýmislegt sem þarf að ræða og skoða hvað við eigum að gera. Heyrið núna í mér, Pétur? Já, ég held það. Pröfa að tala meira. Já, sjáum hvað gerist. Já, það er betra. Takk. Alveg. Það er bara gott að lesa með þetta. Ég veit ekki hvort þið mistuð af einhverju. En þetta er nú bara rétt að byrja þannig að allt í fína. En já, við framleiðum í dag 140.000 tonn á öllu landinu af brennanlegum úrgang. Stór hluti af úrgang er sendur erlendis í orkuendurheimt í dag, bæði af einkafyrirtækjum og Sorpu. Svo Sorpa sendir til dæmis rúm 40.000 tonn af blöndum úrgang. Kalka, hún er líka til staðar okkar innviður varðandi brennslu. Hún er stafræk og tekur á móti ca. 12.000 tonnum eins og Gunnar Bragason kom inn á. En það góða við hana er að þetta er snúningsofn. Þeir ofnar henta mjög vel fyrir hægt úrgang og þá streymur sem með nokkuð háu vökvainnihaldi. Ástæðan fyrir ég segi þetta er að brennsla sem við erum að horfa á er ristar-brennsla og hún vill ekkert sérstaklega og það verður heldur ekkert stór hluti af henni sem verður hægt úrgangur eða mjög blautur úrgangur. Þannig að kalka getur nýst sem góður innviður í framtíðinni. Eins og Jón Viggo kom inn á, við erum búin að vinna 2 stór svona forverkefni, bæði sína fram á... Valgeir, fyrirgefðu, þú sért ekki að fletta. Sjáu þið ekki flettinguna? Sjáu henni bara brennsla af FT fyrstu glæruna. Nú, hvað rugl er þetta? Internetið hjá Sorpu ekki að gera... Það allir fara heill, þú færður eitthvað flesta spurningarnar. Nei, sér. Já, gett. Já. Prófum þetta núna aftur. Ég ætla að prófa að gera bara hérna screen, sjá hvort það batna eitthvað. Svona, sjáu þetta hérna? Já, komum glæru þrjú. Já, ok, gott. Eins og ég var að segja, það er búið að vinna 2 hérna forverkefni og bæði sína fram á fjárhagslegan og umhverfislegan ávinning varðandi hátæknibrennslu hér á landi. Sorpa hefur líka unnið talsverða vinnu út frá bæði stærðar hagkvæmni, sjálfsögðu svona bara hversu litla er hægt að byggja út frá sínum megin hagsmunum og líka hvað tækni þarf að velja í þessu. Koma tækninni, í dag gerum við ráð fyrir ristabruna sem ég skilst að sé einmitt þessi litla sem þeir eru að skoða á strönd, eins og hann kom inn á Jón. Ristabruni er í dag notaður í 80% tilfella, þetta er bara mjög robust tækni, en aðra tæknir eru fluidized bed, gasification og pyrolysis. Þetta er allt viðurkenndar aðferðir, þannig að það er ekkert eitthvað að tala niður til einhverjar, en þær velta allar á í rauninu bara forvinnslu efnisins, hvaða úrgang ert að fara að meðhöndla. Margar vilja bara einsleita strauma, en í þessu tilfelli erum við að horfa á blandan, mjög stóran straum sem erfitt er að forvinna að miklu leyti. Þannig að þú vilt fá bara robust tækni sem þolir allar þær sveiflur sem munu koma. Bara eitt dæmi er að í Hollandi er stórt vandamál varðandi gaskúta eða eitthvað svona nítruskúta. Það er einhver, ég veit ekki hvort það er einhver tíska eða eitthvað, en ég var á ráðstefnu og þá var að fjalla um það.
og þeir eru að fá risamagn af þessum gaskútum inn í brennslunum sínar, þannig að það eru sprengingar á hverjum einasta degi inn í ofnunum. En þetta eru það stórir ofnar og róbustæðir þoliða, en þetta eru vandamálin sem við erum að glíma við. Og eins og bara úrgangsmagn og orku. Í dag, þegar þú horfir á brennslu, þú ert að fara að setja eitthvað magn af úrgang og þessi tiltekni úrgangur, hann á sér orkugildi. Þetta bara efni sem með ákveðið orkuinnihaldi. Blandaður úrgangur, samkvæmt bara bréfviðmiðum, sko frá 8 til 11 til 12 megasjúl á kíló. Það fer eftir hversu mikil formeðhöndlun í gangi. Í dag okkar útreiknaði gildi í kringum 10 megasjúl á kíló sem passar alveg. Við getum farið upp í 11 til 12 megasjúl á kíló ef við flokkum og forvinum efnið ennþá meira. Og til samanburðar þá timbur, bara litatimbur eða pallviður, hann með kringum 17 megasjúl á kíló. Og orku. Skeikar ekki þennan 0 eða meira, það ekki 11 megasjúl og 1 kíló, það átti ekki vera per tonn eða eitthvað annað? Nei, á kíló. Á 1 kíló? Já. Það orku mikið. Og já, þetta fyrir bara blandaðan úrgang. Svo minnkar það, sko, lífrænt efni mun minna. Út af vatnsinnhaldi, það bara kælir það niður. Fyrir 140.000 tonn, bara til dæmis, þá myndum við framkalla 12 megavött af rafmagni og 140 sekúndulítra heitu vatni á 80 gráðum. Þá miðum við 30 gráður af vatni inn, bakrásavatni. Ef vatnið kaldara, þá verður bara talan minni. Og ég geti sjálfsér umreiknað þetta ef þið eru að spá með litlu stöðun eitthvað, þá get ég umreiknað þetta líka fyrir ykkur. Ég með reikningsskjal sem, já, öskumyndunin og utanumhald. Það þarf að, eins og ég kom inn á í byrjun, það þarf að tryggja afsetningu flugösku og botnösku. Kalka í dag til dæmis, sem okkar bara raundæmi, þeir lagar upp flugöskun sinni í geymsluhúsnæði og eru með starfsleyfi þar til að gera og flytja hana út til Langeyja í Noregi, sem kalksteinsnáma. Ég hef heimsótt hana og ég held að Gunnar Bragason sem fara þangað núna fljótlega. En það þarf að finna þessa staði sem geta tekið á móti þessu efni og þetta hættuúrgangur, flugöskan. Þetta askan sem inniheldur alla þá þungmálma og annað hættuefni sem við getum ekki urðað hér á landi. En við getum urðað botnöskuna eða vonandi nýtt hana í eitthvað betra. Og hann eru hlutföllin að bara hverju má búast við á botnösku og flugösku, en þetta bara breytilegt með úrgang sem kemur inn, en þetta eru svona meðaltalstölur sem má búast við. Og eins og stærðarhagkvæmni, út af að við varandi uppbyggingu á brennslunni, þá höfum við verið að horfa á, það getur allt frá 80 upp í 120-140.000 tonn og það þá bara samspil sveitarfélagana og allt landi sem veltur á því. En það mjög mikil stærðarhagkvæmni á að byggja stærri brennslu. Við getum hort á þessar sem eru frá minnstu gerð, eins og Jón var að fjalla áðan, 2-5.000 tonn. Og þær hafa skiljanlega reynst fjárhagslega erfiðar, en það verið að skoða þær á þessum stöðum þar sem erfitt að fara með úrgang í meðhöndlun, kannski út að það eru afskekkt svæði og það kannski langt í næstu meðhöndlun og flutningskostnaður mikill. Þannig að það kannski reynst ágætlega. En ef við tökum eitthvað svona raunhæfara dæmi sem var þá 20.000 tonna brennsla, kalka í dag 12.000 tonn, 20.000 tonna brennsla ný værum, og þetta eru tölur fengum frá stórum aðilum sem að byggja upp brennslur. Það værum 60-70 milljónir evra fjárfesting og rekstur og viðhaldskostnaður cirka 3,5 milljónir evra. Þetta í raun og hlutfallslega þá þetta rúm 5% af heildarfjárfesting á ári. En þá eftir regna fjármagnskostnaðinn inn í það. Það jákvæð ekkert að vera að gefa eitthvað tölu, það alltaf skipta skoðanir á því hvað rétt tala varðandi fjármagnskostnað. Þannig að menn geta bara reiknað það, en þetta má alveg áætla að það sé bara sama tala ofan á.
Og ef við vorum á 100-140 tonna stöð, þá erum við að tala 100-120 miljón evra fjárfestingu og cirka 4,5 milljónir evra og svo ofan á það fjármagnskostnaði. En þarna sjáum við sjálf sér bara á svolítið kristalskýru dæmi að fjárfestingi eykst 35%, rekstrarkostnaður 20, segjum 25%, en við erum með tekjugrunn sem þannig að fimmfaldast. Og það þá bæði í orku og hliðgjöldum sem í sjálf sér 2 megin tekjugrunnar brennslu. Og svo horfum á bara dæmi. Ég skrifaði minnisblaði til Gunnar Bragasonar og Helga Þórs Ingasonar sínu tíma þegar við vorum að vinna seinustu skýrsluna. Og þetta tafla sig í útbjóð til að gefa samanburðinn. Út af í dag bara ykkar valkostur og okkar valkostur útflutningur sem í gangi og gengur ágætlega, en hann hefur hækkað svolítið verði, það ekki að mikil eftirspurn, bara orkukostnaður að vera hagkvæmari þarna í Evrópu, þannig að hliðgjöld þar á móti hækka. En á þessum tíma reiknuðum við útflutningu að vera að kosta 46 krónur upp í þá fyrir Rangárþing 54, en í dag örugglega fyrir ykkur nær 60 krónum og höfuðborgarsvæðinu í þessum rúm 50 krónum. En brennslan, hliðgjöld á brennslunni sem voru í sjálfsög reikni alveg með belt- og axlaböndum, þær voru þarna í kringum rúmar 30 krónur á kílóið og þá fyrir til dæmis Rangárþing með flutningskostnaði 35 krónur á kílóið. Og svo sjáum við þarna lengst til hægri, þá skoðum við með að jafna út í rauninni flutningskostnaðinn, þannig að þetta bara flutningsjöfnunarkerfi og þá myndi bara allir greiða sömu tölu til hliðgjöld og inn í því væri þá flutningur og annað, það þá 33,9 krónur á kílóið. Þannig að þetta svona til að gefa ykkur skilning á bara hvað framundan, hvernig lítur dæmið út og þess háttar. Og svo auðvitað ef ykkur vantar fleiri upplýsingar eða viljið fá einhverju nánari útlistun, þá get ég gefið ykkur það er eitt mál. Og svo vil ég bara enda á því að uppbygging brennslu er stórt verkefni, það að huga vel að, umhverfislegt verkefni og líka bara fyrir fjárhagslegt fyrir sveitarfélög og ríkið. Færum okkur þetta ofar í úrgangsmeðhöndlun. Með þessu erum við að skapa meiri sérfræðiþekkingu og störf innanlands og ég sjálfsög bara aukna innviði. Og svo þetta, það á að horfa á þetta eins og gert í Evrópu, þetta bara viðbótar orkuauðlind. Það eftirspurn eftir orku, víðsvegar og þá þetta einu auðlindunum sem standa okkur til boða. Annars vil ég bara þakka fyrir mig og nú með bara spurningarnar rigna. Takk fyrir þetta. Já, við ætlum þá bara að opna núna þessar umræður. Það eru örugglega einhverjir þarna úti í kosmósinu sem hafa margar spurningar og við ætlum í rauninni bara að hafa það þannig að þið lyftið bara pendi og þá landið bara í röðinni og kannski ágætt að fólk kynni sig aðeins þannig að fólk veit hvaðan allir eru. En ekki eitthvað sem vill ríða á vaðið og spyrja fyrstu spurningarna? Já, Anton Kári, gjör svo vel. Góðan daginn, ég sá bara hvað fólk var rosalega hógvært, það þarf enginn að ríða vaðið. Þegar fyrst bara takk fyrir virkilega góðan fund, upplýsandi og bara vel sóttan. Það bara ánægilegt að sjá okkur svona mörg enda málefni líka bara eins og við þekkjum svo vel, bara frábært og skemmtilegt og umfang mikið. En ég kannski bara með eina spurningu, bara kannski til Gunnars þá helst, ef hún veit, í rauninni hvað varðandi Kölku, hvað breyttist, í rauninni hvaða úrgangsstraumar voru þetta þar út til þess að þeir séu tilbúnir að taka dýraleifarnar og þá í svona miklu magni, þú veist hvað breyttist? Eða eru þeir bara að sjá þarna að það allir lendi í vandræðum og kílóverðið þarna á beljunaverði svo gigantískt að þeir eru að fara að græða tá á fingur og hvað kemur til með að kosta okkur að koma með beljuna í Kölku, Fyrir það fyrsta náttúrulega það flutningur og svo viðgjöld, þannig að ég ansi hræddur að koma beljunni út af Reykjanes geti verið okkur ansi dýrt, en já, bara getur kannski svarað þessu, Gunnar? Ég skal reyna.
sko, það sem breytist kannski hjá Kölku að þetta sérsöfnunar kerfi sem var sett upp núna fyrir 2-3 árum að þegar Kalka og Suðurnesin fóru líka að safna lífrænum úrgangi, þá fer sá úrgangur allur í Gæja, inn í Álfsnes. Það hátt í 2.000 tonn sem féll út úr brennslufarveginum þá fyrir Reykjanes. Þeir hafa líka verið að auka flokkun, bæta flokkun á þeim úrgangi sem að koma. Þannig að þetta raunni bæði það að það minnkað það sem þeir að fá á svæðinu, en líka hafa þeir verið að bæta sig bara í því líka hvað þeir geta brennt mikið. Þeir hafa verið oft á tíðum í svona 11.000 tonnum, 11.500 eru nú nálgast 13.000 tonn á ári. Þannig að þeir eiga þetta svigrúm. Og dýrahræin henta sem mjög vel til að blanda við annan þurrari úrgang inn í ofnin til þess að ná meira rennsli. Og þetta á eftir að fara í viðræður við Kölku hvað hliðgjaldið þarf að vera, en ég held að það sem samt að segja það verður ekkert gigantískt hátt. Þeirra hugsun svo að ná nýtni á brennsluna. Og það hefur verið að flæða smávegis og efni úr borginni inn til þeirra til þess að það sem þeim hefur vantað. Þannig að þetta svona ég sé að segja þetta svona sameiginlegt mál að gera þetta og ef að það kemur síðan upp flutningsjöfnunarkerfi sem að alveg inn í myndinni í þessar umræðum Matvælastofnunar og MAST og annarra, Steinþór Skúla hefur komið að þessu og Steinþór líka í Kölku, að þá vonandi hægt að búa til kerfi sem getur gengið upp. Þannig að þetta allavega fyrsta skrefið en það alveg rétt hjá þér, Anton Kári, að það ekkert langt síðan að Kalka var ekki tilbúin að gera mikið, en það hefur gjörbreyst sú afstaða. Viltu bæta einhverju við þetta? Eða ef að hljópa bara hella af stað? Ég bara góður, takk fyrir gott svar. Kannski svo ég svaraði svona kannski bara aðeins meira svona út frá raunveruleikanum sem blasir við okkur. Við erum með í Skeifunúparahreppi erum með 2 hrædýragáma staðsett á sikuru staðnum í sveitarfélaginu. Fram að síðustu áramótum þá borguðum við 28 krónur fyrir kílóið sem hafa keyrt í urðun og það kostaði 78.000 fyrir gáminn, losunin á honum. Eftir áramót þá byrjaði Íslenska gámafélagið að keyra í Kölku og án þess að það kom nokkur tilkynning til okkar eða neitt annað að þá breytist kílóverðið úr 28 krónum í 70 og flutningurinn á gámnum úr 78.000 í 254.000. Þannig að urðun yfir í brennslu hækkaði 150%, flutningur hækkaði 225%. Fyrir að vera þessi kostnaður hjá okkur á milli 5 og 6 milljónir, hann stefnir í að fara í svona 16 til 17 milljónir á þessu ári. Og með við þessa tölur bara einfaldlega gengur þetta ekki upp. Við erum búin að vera síðustu mánuði að skoða lausnir í þessu og erum raunverulega bara komin á þann stað að við erum að fara að kaupa okkur sérstakan brennslofn sem getur brennt alltaf 2 tonnum á dag. Við stefnum að fá hann hingað til okkar í haust og svona breytilegu kostnaður í orku sem þarf til að brenna þessar dýraleifar í kringum 20 krónur á kílóið. Og það kemur svo fjárfestingin og utanumhaldið annað, en með því móti þá verðum við raunverulega uppfyllum við allar kröfur og verðum raunverulega algjörlega sjálfbær í móttökunni á raunverulega kannski því sem Steinþór vill ekki fá, það að segja kategóri 1, 2 og 3, eða öllum flokkunum sko. Áskorunin vegalengdirnar eins og sjáið, að borga 250.000 fyrir að taka eitt gám til að koma honum í Kölku og þannig erum við að tala að það verður að sækja þessa gáma svona einu sinni í mánuði að meðaltali. Þannig að með við upplýsingarnir sem komið fram áðan þar sem þeir vilja fá dýrin fersk, að þá, sko, ef þau ætti að vera fersk þá þyrfti þessi tíðni að vera mun örari. Þannig að þetta svona ákveðin númerleiki, en við erum að fara í þetta tilraunarverkefni í okkur og ætlum bara að setja upp lítið brennslu á. Það verður spennandi að sjá hvað kemur úr því. Ég geri okkur að hann verður komin í gangi á okkur október, nóvember. Glæsilegt, takk fyrir þetta, Ali. Eru fleiri spurningar kannski til Já, ég var með smá athugasemdir. Er ég næstur eða? Bara gjörðu svo vel. Ég vil endilega bara nota tækifæri að bjóða Haraldi í heimsókn til okkar á Selfoss
Við höfum verið að reka brennslugang þar í allmörg ár og væntanlega að tala bara, ég get alveg ímynda mér frá sama framleiðandi í Bretlandi, bara númeri stærra eða eitthvað slíkt. Þannig að við þekkjum þetta mjög vel og við þekkjum líka því miður að uppgefnar tölur eldsneyti standast ekki og það að ætla að brenna heilan grip í húðinni, það náttúrulega bara svona eins og búið til múmíu, það gengur mjög hægt. Þannig að allavega ertu velkomin að sjá hvernig þetta gengur hjá okkur áður en að þið kannski klárið fjárfestingu á þessu. Hitt sem að ég held að þurfa að, ég held að ekkert okkar langar í eitthvað svona borgarlínu 2 dæmi. Það sem að menn bara festa sig á eitthvað og það rosalega auðvelt að fá ráðgjafa sem að búa til fallega skýrslur fram og tilbaka. En því miður þá veit ég ekki meina einustu hálf opinberu framkvæmd sem að hefur staðist kostnaðaráætlun. Þetta svona yfirleitt sinnum pí eða einhvers staðar þar á milli og það náttúrulega þekktur kostnaðurinn í dag, það þekkt hvað kostar að sigla einhver út og það þekkt hvað borgað fyrir þetta erlendis. Þetta liggja alveg fyrir að það mikið að vannýttum brennslustöðum erlendis. Þannig ég held að við megum ekki alveg týna okkur í því að okkur langir svo að reka brennslustöð á Íslandi. Þannig að ég myndi allavega hafa einhvern svona á mjög gagnrýnni kantinu til að skoða allt sem lagt til grundvallar þess að fara á stað í einhver svona risa brennslu sem mun enda með að kosta 25-30 milljarða eitthvað slíkt. Þannig að svona, það væri mín ábending í þessu sambandi. Já, takk fyrir þetta. Ég skal hérna taka þennan bolta. Þetta er hárréttur punktur hjá þér að skoða hérna útflutninginn nánar og í sjálfu sér verður útflutningurinn alltaf partur af uppbyggingu brennslu. Út af því að þetta er bara hluti á okkur og við munum aldrei hitta einhvers konar bullseye. Ég er allan að talsmaður þess að heimurinn er ekki fullkominn og við munum aldrei hitta bullseye af því að þú nærð að tryggja og meðhöndla hvert einasta kíló sem er til í landinu og ekkert minna eða meira en það. Þannig að útflutningur verður í sjálfu sér alltaf til staðar og við þurfum að hafa mikla þekkingu á honum, hvað hann kostar okkur og hvað þarfir eru í boði. Og það eru ýmsar brennslustöðvar sem að taka við úrganginum í dag á mismunandi hliðgjöldum og hliðgjöldin alveg þekkt. Þau reynsja á nokkrum krónum kílóum í hérna mismun og svo er flutningskostnaðurinn líka bara eins og þú segir þekktur. En í dag er þetta í raun og veru bæði kröfur, bréfkröfur og líka frá Evrópusambandinu að herðast varðandi flutning blönduðum úrgangi. Þannig að því hreinni sem úrgangurinn er, því betra. Þannig að meðhöndla á hreinum úrgang, útflutningur á honum, svona homogeneous úrgang, það er miklu auðveldara heldur en blönduðum úrgang. Þær kröfur eru að herðast allverulega, flutningskröfur og eftirlit og kostnaður. Þannig að í raun og veru tölunar okkar sem við byggjum á varðandi uppbyggingu brennslu eru byggðar á 25-30 milljörðum og það er þessar 30 krónur á kíló sem við erum að horfa á. En við vitum að við getum einkaaðilar sem er að byggja brennslur hafa sagt að við getum farið neðar í CAPEX og OPEX en við viljum bara í raun á þessu stigi halda einmitt belt á axlaböndum út af því að ég er sammálaður að ríkisframkvæmdir hafa ekki oft staðist áætlun, þannig að ég kemur mitt úr einkageiranum, þannig að maður vill hafa hlutina raunhæfa og horfa á þannig fram á við. Þannig að þetta er allt þetta er allt inn í myndinni og þetta er bara mjög valid punktur hjá þér, en þetta er allt inn í myndinni og þetta þarf að vera þar til framtíðar. Útflutningur, ég mun aldrei tala gegn honum, ég mun aldrei segja að hann verður ekki, út að hann verður partur af okkur og verður að vera það. Það er bara En þetta felst meiri og líka til að bæta ofan á þetta. Eins og ég kom inn á uppbygging brennslu er orkuverkefni. Þú ert aldrei að fara að gera það nema að Landsvirkjun, HS Orka eða Orkuveitur Reykjavík, hver sem það er alveg 100% með í verkefninu og þarf orkuna. Ef sá aðili þarf ekki orkuna og er ekki tilbúin að kaupa það á X verði, þá getur þú í sjálfu sér slöfu verkefni og þú verður að loka sér virðiskeðju.
Og við sjáum í raun og veru það vera að aukast. Það í sjálfu sér meira drifkrafturinn í dag. Segjum fyrir 3 árum, þá var þessi drifkraftur ekkert svo sterkur. Þessir aðalega voru meira og svolítið bara passív á þetta verkefni. En í dag eru þeir að koma miklu meira að borðinu að sínu fordæmi og segja, herðu, við viljum sjá þetta vera gert, við viljum vera partur af þessu, við viljum fá þessu orku. Þannig verður þetta verkefni raunhæft. Ef þetta svarar spurningunni. Eða ábendingunni. Þetta bara mjög gott. Svona viljum við hafa þetta. Við viljum fá þessu umræðina og heyra alla hliðar málsins. Þannig að Gunnar Bræðarsson hefur beðið orðið. Já, ég bara rétt, Haraldur, takk fyrir að koma með þessar upplýsingar. Þetta bara fínt að fá þetta inn. Ég held að það sé nokkuð ljóst að ef það væri farið í heildstætt kerfi, það sem þú ert að tala að brenna í staðinn fyrir 100 tonum á ári að fara í 3000 tonn, það breytir hliðgjaldi í brennslu og eins með flutningskerfið að það þarf að skoða mjög vel hvað hægt að koma upp flutningskerfi sem að þjónar Suðurlandinu öllu runni varðandi það koma efni í aðra brennslu. Hinn valkosturinn auðvitað er að sveitarfélög sjá þessu sjálfu ef þau telja það vera hagkvæmara. Þetta eins og að málaflokkin þarf að leysa með einhverjum hætti, hann er óviðunandi eins og hann er í dag. Takk Gunnar. Bragi. Já, takk fyrir þetta. Mjög þarfar upplýsingar held ég fyrir okkur öll, af því að við erum búin að vera að velta þessu svolítið, en já, ég heiti sem Bragi hjá Árborg og er líka í stjórn SOS. Og höfum verið í samráðsvettvögnum, þannig að við höfum svona fylgst með þessum brennslu hugmyndum. Ég er aðeins að pæli, og einmitt kannski Gunnar, þú komst aðeins inn á að það eru þessi næstu skref. Við vitum að þetta er ólestir í dag, það eru ýmsar hugmyndir á lofti og við erum kannski svolítið út allt, svo maður segja það bara með orðum, við segja, Haraldur, þið takið í rauninni svolítið bara frumkvæður að kanna þetta sjálf, bara flott, það er fyrir austan með Rangárvallasýslan að skoða ákveðnar lausnir, það er einhverjir möguleikar í orkugerðinni, kalkaðir á einum stað. Þið erum að spá í hvernig við getum kannski allavega að kanna það fyrir þá hvort sem það er á vettvangi SOS eða SAS, fyrir þá að því við erum hérna á Suðurlandi, hvernig við getum unnið aðeins áfram hvort það sé hagkvæmast fyrir okkur einmitt að vinna saman að þessari lausn og hvernig við eigum að gera það. Þannig að við fáum þá allavega á hreint, áður en að einstaka sveitarfélög mögulega hendi lausnir sem, ég veit ekkert meira eða hvort að hún sé í rauninni ekki að virka, út frá því sem Steinþór sagði, eða að við séum að fara í kostnaðarsamar lausnir hvert og eitt en ekki saman. Þannig ég er svona aðeins að velta fyrir mér svona hvernig hvort við erum að nota SOS eða SAS og hvort það sé vilji í rauninni til hjá okkur að við setjum eitthvað svona, einhver markviss skref á næstu mánuðum, reynum að finna skynsumustu leiðin og ætlum að fylgja okkur á bakveðan. Þannig, og ég tek alveg undir það, ég held að aðal áskorun í því er hvort flutnings, kannski, farum við niður, getum við leyst þetta á Suðurlandi eða er skynsamlegt að leysa þetta á Kölku og íta þá á það að það verði ykkur jöfnun, þannig að það sé bara sami kostnaður fyrir alla, alveg sem hvar þú ert staddur. Þannig að ég er ekki með lausnin en ég held við þurfum að ramma okkur einhvers staðar hvernig við ætlum að vinna þetta áfram. Annars gerist ekkert. Takk Bragi, og það er alveg rétt. Þetta er náttúrulega við höfum þannig vettvang, við höfum Sorpstöð Suðurland sem á að sinna ákveðnum verkefnum í raun og við erum kannski ekki með neitt á borðunum sem slíku. Við vorum náttúrulega með einn urðunarstað sem er í lokunarferli og við, höfum alveg rætt þetta innan stjórnar sorpstöðvarinnar, hvað getum við gert? Og við erum alveg tilbúin og ég veit að SAS hefur líka verið bara jákvætt fyrir því og það eru starfsmenn innan SAS sem að sinna úrgangsmálum og við þurfum kannski bara einmitt að skoða hver er næstu skref og það væri kannski svolítið gaman líka að kasta því að setja út í kosmosu núna og fá fulltrúa frá sveitarfélögunum til þess að segja bara, er fólk tilbúið í nánara samtal næstu skref því að við erum með einhverja vettvanga til þess að koma saman í og fara áfram saman í hlutina, þó að sveitarfélög haldi líka áfram að gera eitthvað sjálf, það er bara enginn að koma í veg fyrir það, en við þurfum aðeins að skoða og það er líka ákvörðun að allir fari sér eitthvað lagi eitthvað, allir geri eitthvað sér, en það verður að koma fram, þannig að allir séu bara meðvitaðir það. En
Haraldur hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Þú ert á mute, Halli. Það sem ég hef áhyggjur af, nú eru 3 ár síðan að ég kom inn á þennan vettvang. Ég var satt í byrjun kjörtímabilsins einn fundi í stjórnstöð sorpstöðvarinnar sem varamaður, en á þessum tíma var verið að setja þessi lög sem við erum að starfa eftir, sem að fullu tóku gildi 1. janúar á þessu ári. Og á þeim tíma sem ég byrjaði þá var sveitarfélagið að borga verulega fjármuni með sorphirðunni í sveitarfélaginu. Í dag, frá með síðustu áramótum, okkur ekki heimilt að gera það. Og alveg eins og ég var að lýsa dæmanum áðan með ég held svona cirka 200% hækkun sem ég þarf núna, samkvæmt lögum, að varpa beint fram á bændurnar vegna þess að við höfum ekki gert neitt frá því ég kom hingað inn í einhvers konar aðgerðum til þess að prófa. Ég horfa eins og kynningunni á Jóns, hann að spanna næstu í 10 ár aftur í tíman, það er búið að gera fullt, en þá stöndum við hér í því umhverfi að samkvæmt lögum ber okkur bara að velta þessum kostnaði á þá sem henda. Það er borgi sem hendi. Og ég hef verulega ágjör á því þegar ég þarf að senda út árlega reikning dýrahræin á bændurnar núna í haust, þá þarf hann að vera 3 sinnum hærri heldur en var í fyrra. Ég veit alveg hvað það þýðir. Og þegar við erum komin í það að það kosti bændur 110, 20, 30 krónur á kílóið að losa sig við dautt dýr, að þá vitum við alveg hvað gerist. Hann kemur ekkert með þetta dýr. Hann bara grefur þetta út í skurði. Og ég hlakka til að kíkja niður á Selfoss í næstu viku, Steinþór, og kíkja á ofninn hjá þér. Og en þú veist, ég að horfa á að tala að kaupa opn sem kostar 10 milljónir, en ég horfa á að ég ger ekki neitt að þá þarf ég að borga 17 milljónir á næstu 12 mánuðum fyrir að láta taka dýrahræin. Ég alveg tilbúinn að taka þá áhættu að prófa það. Ef það tekst, þá mun sú þekking skila sér til allra hér. Og það alveg sama, og ég hef skoðað sambærilega lausnir, ég hef líka búin að skoða hjá fleiri aðilum minni brennslu sem að duga okkar litla sveitarfélagi. Þannig að ég líka benda það fyrir árið síðan, þá tókum við þetta skref og við fjárfestum í búnaði til að taka á móti lífræna úrganginn. Það verkefni, ég fekk svona töluverðar skeptískar, menn voru ekki bjartsýnir á að það myndi takast. Það hefur heppnast frábærlega. Við erum með söfnunarstöðvar í sveitarfélaginu, fólk kemur með lífræna úrganginn í fötum og fær tómar fötur og við erum að vinna allan lífrænan úrgang í jarðvegsbætur í dag og búin að gera það í 1 ár. Þannig að okkar mæti þá erum við bara tilbúin að prófa núna dýraleyfinnar. Ef þetta tekst og þetta virkar, við fáum sannreinum allan kostnaðinn, þá er bara síðasta skrefið okkur næsta ára að fara í litla brennslu. En við erum núna að senda frá okkur til Skipulagsstofnunar bara núna líklega í næstu viku. Það er búið að leggja drög að matsskyldu fyrir spurn fyrir þessar 2 brennslur. Og í Evrópureglugerðinni er það þannig að sorpbrennslur sem að brenna undir 10 tonnum á dag, þær eru ekki starfsleyfi skyldar. Þannig að það er ekki nærrið í sömu kröfur á brennslur sem að brenna 1000-2000 kílóum á dag heldur en stórum brennslustöðum. Þannig að það er möguleiki að prófa sig áfram með minni lausnum líka varðandi umgjörðina til þess að fá heimild til að starfrækja það. En við ætlum allavega að reyna og þú heyrir í mér Steinþór eftir helgina, ég kem á kaffi, það er ekki spurning. Já, eina sem ég var að benda á að ef að þinn kostnaður yfir 100 krónur á kíló, þá er ekki spurning að það borgar sig að reka svona gám. Og hvað þá ef þú hugsanlega getur notað, eða mátt nota sama gáminn til að brenna einhver sorpi. Ef það er engar kröfur þú veist, díóxín eða eitthvað slíkt, að þá myndi ég halda að það væri hagkvæmt, en ég bara segi mér mjög ólíklegt að orkunotkunni verði bara 20 krónur á kíló. Það er svona nær því að vera tvöfalt hjá okkur. Já, það sem að, bara svo ég svara þessu, ég er að tala við 2 framleiðendur, annar sérhæfir sig í ofnum fyrir dýraleifar. Það er bara hægt að brenna dýraleifar í honum og orkunotkun á þeim miðað við ofn sem að getur brennt bæði, að dýrabrennsluofnin notar 1/3 af orkunni sem að hinn notar. Nei, við erum að horfa á sikkvora lausnina fyrir almennt rusl og svo fyrir dýraleifar. Þetta eru lítil tæki, en hjá okkur vorum við með 115 tonn í fyrra, sem er svona 400-500 kíló að meðaltala dag. Þannig að við horfum á svona ofn sem tekur 2 tonn, hann tekur þá stærstu gripina og þá getum við verið að brenna kannski 2 sinni í viku. Ofnin er fylltur og brunin er settur á stað og það tekur svona 12-14 tíma að klára brunan.
Þetta eru 2 brennsluhólf, þar að segja það brennsluhólfið og svo eftirbrennarahólf og þetta uppfyllir alla kröfur Evrópureglugerðar varðandi útblásturinn, þar að segja að brunin sem kemur úr ofnunum fyrir eftirbrennarahólf og þar að lágmarki 2 sekundur 850 gráðu hita. Varðandi almennt rusl að þá bætist svo við mengunarvarnabúnaður fyrir aftan það, en það samt sambærilega brennari, önnur tegund, annar framleiðandi, en svo mengunarvarnabúnaður. En þú veist, okkur langar bara að prófa dýraofnin, þetta ekki stór fjárfesting, við erum alveg tilbúin að prófa þetta og ef það tekst ekki, þá bara tekst það ekki, en við erum bara bjartsýn og vonandi verði bara hugsanlega hér á upplýsingafundi í lok þessa árs, þar sem við getum deilt reynslu okkar af því að brenna dýrahræ og verðum komið með raunkostnað á það og getum jafnvel borið það saman við ofnin sem þeir eru með á Selfossi. Glæsilegt. Takk fyrir þetta, Ali. Við ætlum að halda þess áfram. Gunnar með hendina uppi, Gunnar Bragason. Já, þetta bara flott, Haraldur, að þið séu að hugsa í lausnum og það er alveg ljóst þess að með lífræna þegar þú ert með lítið samfélag þá getur farið í alltaf lausnir heldur en stóru samfélagi þurfa að gera. Þannig að það er svo sem alveg heimildi fyrir því líka í lögunum að þú megi fara ákveðnar leiðir ef að samfélagið tilbúið í það. Þannig að en varðandi brennsluofnin, sem þú segir, passið ykkur bara á því að þið séu að taka lausn sem að uppfyllir skilyrði. Það lendið ekki í vesinni sporin hræðadáldi á Íslandi að menn hafa verið að taka litla brennslur eins og var gert í Klaustri og Skaftafelli og annað og menn lendi í vesinni. Það bara stenst ekki þurr upp í staðið, þannig að það er áhugaverða pælingar höfur. Flottir, Árni Eiríksson. Já, takk og sælverið og takk fyrir þennan fund, þetta er bara mjög fróðlegt. Ég heiti Árni Eiríksson og oddviti Flóarhefs fyrir þá sem ekki þekkja mig og það náttúrulega alveg svoleiðis að það þurfa allir eigin halla til þess að ríða á vaðið og láta vaða svolítið í hlutina og það bara verður gaman að fylgjast með því máli. Ég aftur á móti hef lengi verið þeirra skoðunar að það þurfa að koma á þessu sem verið að tala einhvern veginn sameiginlegu söfnunarkerfi fyrir þessa úrgangsflokka okkar og við dettum dálítið oft í þá gryfju Íslendingar okkur finnst við vera svo stór að við eigum að vera með margt á hverju. En ég held einmitt að einn afsendingarstaður fyrir þessa úrgangsflokka, hann hljóta að vera skynsamlega lausnin. Og þó að menn tala stóra brennslustöð á höfuðborgarsvæðinu sem er búið að kynna hér, að ég velti fyrir mér ef við horfum á bara á nágrannalönd okkar, dytti einhverjum í hug að reisa slíka stöð fyrir 400.000 manna samfélag. Ég er ekki viss það. Þannig að ég held það þarf að horfa á þetta allt í stóru myndinni en það er eins og Halli, hann er bara sprunginn að bíða eftir því að það gerist eitthvað og þess vegna þarf að halda virkilega áfram í þessu máli til þess að við sitjum ekki hérna eftir 3-4 ár og séum að halda sama fundin sama ekkert að frétta. En bara takk fyrir góðan fund. Takk fyrir þetta, Árni. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, sæl. Ég tek svo sem undir það að maður þarf að skoða varlega hversu stóra lausnir á að fara, en ég tek undir áhyggjur Halla með vegalengdirnar. Það er það sem er svona vandamáli og ég held að við sveitarfélögin á Suðurlandsvísu og bara á landsvísu þurfum að hugsa einmitt að lausnum, sérstaklega varðandi dýrahræ í okkar nær umhverfi. Því að maður ekki að keyra heilu gámana landshluta á milli. Og ég er náttúrulega sem bóndi, þá finnst mér það alveg galið að maður borgar bara ekki svona stóra summu. Það finnur aðra lausnir. En ég tel klárlega að séu ykkur tækifæri, sókntækifæri að vinna þetta saman á SARS-vísu. Og kannski eitt, eins og við seyrumálum, þau eru upp í Hrunamannahreppi, bara flott að það sé þar, reyna að finna einhvern veginn svona styttri farvegi fyrir þetta. En takk í bili. Takk fyrir þetta, Margrét. Aldís. Hæ, heyrið í mér? Já. Er það ekki alveg öruggt að glærurnar koma á netið við hann að við getum séð þetta? Ég lendi nefnilega í símanum fyrir með þér, Jú, ég ætlaði bara að senda post á henni og búin að beðast einn þá þær eru komnar en ég eftir að beða glærurnar. Ok, flott. En þá langar mér bara, og kannski hef mist ég að því á þessum fundi, en
mín tilfinning svo að við eigum að reyna að virkja orkugerðina meira heldur en við höfum verið að gera og bæði þetta miðlæg staðsetning, við erum með starfsemi, það reynsla þarna af meðhöndlun á sláturúrgangi, þannig að ef við getum tekið þessa málaflokka þangað inn líka, þá væri það, eða þennan úrgangsflokk kannski frekar, þá væri það svona allavega mjög fljótu bragði held ég lang ákjósanlegasta leiðin fyrir okkur. Gera þetta saman og gera þetta í orkugerðinni. Þar sem við erum með reynslu, við erum með fyrirtæki sem er búið að vera starfandi og búið að vera stefnumarkandi og svona brautryðjandi á þessu sviði í mörg ár. Og það sem mér finnst pínulítið skrítið, og ég held að við þurfum að passa okkur á því, að láta ekki Eyfirðingana taka okkur í bólinu hvað varðar þennan málaflokk. Þar núna verið að vinna að úrgangsmálum í Disneysi og einhverju brennslu og með stuðningi ríkisins. Og ég rakst á þarna nokkra úr umhverfisráðuneytinu núna í vikunni og fór að ræða þetta við þau og þau fannst mér koma allt of mikið af fjöllum varðandi orkugerðina. Þannig að meðan að Eyfirðingarnir eru komin inn á gafl hjá ráðuneytinu varðandi uppbyggingu á þar, þá finnst mér við vera pínlítið að gleymast. Verandi þessir frumkvöðlar á þessu sviði. Þannig að ég langar svolítið að hvetja orkugerðina í þetta því að auðvitað getum við kannski öll keypt svona gáma mögulega og mögulega það framtíðan og ég segi svo aðrir, ég hlakka mikið til að sjá hvernig þetta gengur hjá þér Halli og ef þetta gengur vel þá bara guð minn almáttugur þá er ekki spurning held ég að við gerum þetta svona en ég held að við eigum að vippa okkur á vagnin, ekki gleyma orkugerðinni og þannig vinna svolítið öttulega að því og koma okkur inn í umræðuna með þann stað. Takk fyrir þetta Aldís. Ég kannski, Anton næstu með hendina en ég veit að Steinþór bíður mjög spenntur að svara þessu því það alveg búið að vera ýmislegt í gangi tengslum við Disneys og orkugerðina og svona þannig að kannski bara Anton að það lagið þín vegna og hleypi kannski Steinþór á undan. Ok, flott. Gjörðu svo vel Steinþór. Þakka þér fyrir Aldís. Við erum algjörlega sammála þessu. Það bara Eyfirðingar með aðstoð stjórnmálamanna. Það búið að búa til einhver svona fallegan jólapakka sem er verið að reyna að selja þar sem að í raun og veru mér sýnist að reyna að fá opinbert fé til þess að byggja 10 tonna verksmiðju sem á að leysa fyrir þá kategóri 2 og 3 sem að þeir hafa ekkert gert í. Sem að við erum búin að byggja upp með hlutafé og móttökugjöldum. Bara sem dæmi tók saman 2022 SS Samstæðan, hann borgaði 52 milljónum meira í móttökugjaldi orkugerðinni heldur en við hefum urðað á Blönduós fyrir sama og gjaldi var þar. Þannig að þetta búið að kosta okkur alveg gríðarlega fjármuni. Við erum búin að eiga 2 eða 3 fundi með ráðuneytinu til þess að reyna að, má segja, afrugla þessa umræðu að þetta, og í raun og veru það sem við erum að benda á núna, og ég sendi bréf það að kalka, það náttúrulega augljóslega langbesta leiðin til næstu 10 ára eða svo. Þeir geta tekið viðbótarmagn og það getur aldrei borgað sig að byggja verksmiðju fyrir norðan fyrir 3 milljarðar plús til þess að gera það sem að kalka getur tekið bara beinti núna. En ég held að það sem ég var áhugavert að skoða þetta og ef þetta Haraldur fundið einhverja lausn sem er betri en við erum með, þá kannski kaupum við bara eins og hendum okkar, að ef að sveitarfélögin geta brennt hver á sínu stað dýrahræ og það kostar ekki mikið meir en 20-30 krónur á kílóið, að þá er það bara augljóslega miklu hagstæðara heldur en að keyra og borga móttökugjald í Kölku, það er náttúrulega bara borðleggjandi. Þannig að ég held að væri bara að gera að Haraldur bara setja þetta í fluggirinn og við fáum bara tölu frá honum. Og þú mátt hérna senda mér bara gögn frá þessum aðilum sem að skoða, því að ég held að það getur alveg lausnin fyrir þetta kategóri 1 á í raun Suðurlandi, því að það er náttúrulega eins og sé kalkar að taka hvað 70 kall eða eitthvað og mér eftir þetta magnað hvað var það hjá ykkur Haraldur að þið tæmi gáminn einu sinni í mánuði.
Ég nú vil ég sjá hvernig Belja að sumarlagi lítur út eftir mánuði í svona gámi. Hún lítur að vera eins og loftbelgur. Hún falleg. Þannig ég held að það geti alveg verið hagkvæmt fyrir sveitarfélögin að fara í svona brennslulausn ef að þetta kostar 15-20 milljónir og kostar ekki nema 20-30 krónur breytir kostnaður í eldsneyti. Takk fyrir þetta, Steinþór. Anton okkar síðasti aðeila mælendaskrá, svo fyrir við nú bara að fara að slíta þessu klukkan 12, við búðum fundin til 12, Halli var svo snöggur upp með hendina, bara 1 ár, mögulega, finnst ykkur Anton hvað snöggur? Ég skal vera mjög snöggur, ég ætlaði bara einmitt að grípa boltan þarna bara í samanlægni Aldís og Steinþór, þetta orkugerðin okkar þeng og það það sem við höfum að leggja áherslu á. Og við auðvitað gerðum það sem ég ætlaði að koma. Þegar við urðum þessi afskipti þar sem var í gangi í Disneysi að þá bókaði stjórn sjóstöðurinnar 2 eða 3 og bara svolítið harðorða bókun og sendi frá sér og ég fundaði einmitt í ráðuneytinu með Steinþóri og fleirum skiljið. Þannig að stjórn SOS hefur látið sér þetta málefni varðar og auðvitað allan daginn eigum við bara einblína okkar og það galið að ætla bara að byggja upp þessa verksmiðju í Disneysi miðað við þau úrræði sem við eigum í dag. En fleira var ekki fyrir á mér. Takk. Það voru snöggur, Halli. Já, bara í lokin, Steinþór, ég var að áframsenda þér allar upplýsingar og tilboð, bara svona svo við látum hlutina gerast, þá ger ég það núna bara eftir hádegi, þá staðfesti ég að kaupa þessu tæki. Það var svona markmið, ég ætlaði að bíða eftir þessu fundi og sjá hvort það væri eitthvað skemmtilegt. Það kemur til landsins þá eftir 14-16 vikur. Og við bara vinnum saman, ég kannski fæ að leita til þinna manna Steinþórs, aðeins svona upp á ráðleggingar og annað. Takk þetta símtali. Sorry. Ég segi takk þið Steinþór þetta símtali. Já. En ég segi bara, nú bara látum við verkin tala og ekki kjáta þér. Takk. Gunnar, þú byrjar. Bara örstutt, þetta varandi Disneysi, það að okkur skils, komið talsveit babbi báti með það verkefni. Vandamál hluttilgangast ríkinu það að þetta matvælaráðuneyti, svo umhverfisráðuneyti og svo margt sem að stendur í þessu, þetta mörg stjórnsýslustig. Það spjótið var dýrahæn stand á ríkinu, þannig að ég held að ykkar samtök eigi að vera í samtölum við ríkið það hvað verður að gera og hvernig málið þróast. Takk. Takk kærlega fyrir þetta. Takk kærlega fyrir frábæra mætingu. Sorpstöðin bara í skýjunum með þetta. Við kannski tökum aðeins innan úr sjá okkur hjá sorpstöðinni hvað við getum aðeins gert. Fengum kannski ekkert mikil svör annað en sveitarfélögin vilja kannski nota orkugerðina og svona og við þurfum aðeins bara að heyra meira með það. En bara takk fyrir frábæra fund. Það eru komna glær og það koma til ykkur annarkvort fyrir helgi eða eftir helgi. Og ég ætlaði bara í rauninni að bara minna aftur á samtalið ekki búið. Þetta ekki lokafundur, við þurfum að gera eitthvað meira í þessu, spjalla meira saman. En ég ætlaði bara að fá hana Ingunni til þess að slíta fundi og bara takk fyrir mig. Takk Ása. Já, ég bara segi eins og Ása, þetta samtal það heldur alveg klárlega áfram og þetta var mjög áhugavert, virkilega áhugavert og ég kem nú svona kannski svolítið kvöld að þessu, hef ekki alveg verið akkurat í þessum málum en klárlega þurfum við einhverjar samþættarlausnir, samvinnu og mögulega einhverjar sértaka líka en ég vil endilega fá að halda áfram þessu samtali með ykkur og hlakka mikið til. En við bara slítum þessu fundi hér með og eins og Ása sagði þá fá allir sendar glærur og það verða til upptökur af þessu fundi ef þið viljið fara aðeins yfir þetta spjall í framhaldi. Takk aftur fyrir komuna, herrlega. Takk. Takk svo næst. Takk fyrir. Takk fyrir. Góða helgi.